Finnið jöfnu hrings ef endapunktur miðstrengs eru A -2, 3 og B 4, 1. Miðstrengur svona lína sem fer í gegnum miðjuna frá hringferlinu hér í punktinum A og alveg í hringferlin hinum megin í punktin B. Ef ég veit miðjuna hérna og get reiknað vegalengdina frá miðjuna út í hringferilinn, þá veit ég radíusinn. Ég veit bara þessa 2 punkta A og B, ég þarf þá að finna miðjuna, byrjum á því. Þá setja ég bara upp hérna formúluna fyrir miðpunkt striks. Miðpunktur striksins, eða sem þá miðja hringsins, þá meðaltal x-gildana deilt með 2 og meðaltal y-gildana deilt með 2. Ég er búinn að taka töluna hérna x1, y1 og x2, y2 og ég set þessar tölur í staðinn fyrir x-in og y-in í þessari jöfnu. Þannig að x1 er -2, x2 er 4, y1 er 3 og y2 er 1. -2 pluss 4 eru 2 og það deilt með 2 er 1. Skoðum y-in, 3 pluss 1 eru 4 og það deilt með 2 er jafnt og 2. Þannig að hér er miðjan mætt í punktinum 1, 2. Þetta er þá, og takt eftir þessar tölur hér úr miðpunktunum er partur af jöfnunni hérna 1 og hér er 2. En þá er ég bara eftir að finna radíusinn. Nú þá finn ég bara fjarlægðina frá miðjunni og út í punktin B eða frá miðjunni út í punktin A. Það skiptir ekki máli hvort ég nota. Ég vel í þessu tilfelli að finna fjarlægðina frá punktinum C, miðjunni, yfir í punktin B sem er á hringferlinu. Ég nota þá fjarlægðaformúluna og ég merki þá miðjuna sem x1 og y1 en punktur B er þá áfram x2, y2. Þannig að ég set inn í fjarlægðaformúluna d er jafnt og kvadratrótin af x1 minus x2 í öðru veldi pluss y1 minus y2 í öðru veldi og ég seti í staðinn fyrir x1 kemur 1, í staðinn fyrir x2 kemur 4, allt sett í annað veldi pluss y1 er 2 og y2 er 1. Ég er sem sagt að taka þessar tölur úr B-punktinum og miðjunni og setja þetta inn í staðinn fyrir táknin hérna x-in og y-in. Ok, 1 minus 4 er -3 og ég set það í annað veldi og það verður 9. Y-in verður þá 2 minus 1 sem er 1 og 1 í öðru veldi er bara 1. Þannig að þetta er 9 pluss 1 sem er undir kvadratrótinni sem er þá d-ið er kvadratrótin af 10. Þá er ég komið með radíusinn en hafði í huga, hann þarf að vera í öðru veldi hérna í jöfnunni. Þannig að kvadratrótin af 10 í öðru veldi er bara 10. Þannig að jafnalínunar er þá x minus 1 sem er x-gildi miðjunar í öðru veldi pluss y minus y-gildi jöfnunar sem er 2 í öðru veldi og jafnt og radíusinn í öðru veldi sem er þá 10.